Rúnar, þetta gekk ekki núna að klára þetta. Það var eins og að væri einhver svona sóknartregða hérna á loka sprettinum. Hvaða skýringar hefur á því? Sko, ég hef bara auðvitað rosalega mikið undir og fullt af leikmönnum kannski í þessu hérna á svona fyrstu metrunum í að spila svona seríu með fullt hús og hérna þær læra bara þessu. Við getum executað töluvert betur sóknarlega. Auðvitað var þetta svolítið hérna stöngin út þarna. Við vorum að koma bolta, fá ágætis færi en rúllaði af hringnum hérna nokkrum sinnum á síðustu mínútunni. Þannig að þetta 1 possession til og frá. En við þurfum að gera betur í bara svona execution á í síðasta fjórðungnum heilt yfir. CJ fær hérna smá högg á hérna hausinn og dettur kannski aðeins út úr því að taka ábyrgðina og svona redda okkur þegar við lentum í vesenni. En þá svolítið staðnaði allt og við fórum ekki alveg að finna nógu auðveldar körfur. En hérna eins og ég segi, þetta bara flott innvígi, Grindavík kom vel inn í þennan leik og þetta bara áframhaldandi stuð. Leikur 1, hann var svona alltaf í vasanum hjá Njarðvíkingum. Leikur 2 og 3, þetta voru þvílíkir spennuslagir. Það væntanlega bara það sem koma skal þá út í Grindavík í leik 4? Já, ég býst náttúrulega. Þær náttúrulega koma alveg hérna brjálaðar til leiks og ætla að berja okkur alveg eins og við ætlum að berja á þeim. Við komum inn í þennan leik svo sem ágætlega en hleypuðum aftur inn í hann með því að falla á svona ákveðnum hlutum sem að við lögum áherslu á fyrir leikinn, stíga út og hérna skipta aggressíft á grínum og annað slíkt og þær koma sér aftur inn í leikinn þannig við hefðum getað klárað þetta svolítið í fyrri hálfleik en hérna þetta snýst svolítið fyrir mér ef að við erum að hitta illa sóknarlega og náum okkur ekki á strik þar þá þetta í kringum þessi 60 stig og þá þetta bara hörkuleikur. Ef við náum að opna aðeins og vera smá skynsamir sóknarlega þá finnst mér að við eigum að vinna þær með 10-15 stigum en það bara mitt mat. Þitt mat, vegna ykkur vel í framhaldinu í leik 4 út í Grindavík. Takk hjá fyrir það.